Já, verið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér hörkuleikur að fara að hefjast hér í KA-milinu. KA HK í mismunadeild kvenna í blaki. Og við skulum byrja á að renna yfir lið gestana. Hér kemur það. Sjáum að lið HK skipa þær Hjördís Eiríksdóttir, Mallur Einarsdóttir, Edda Björk Ásgrímsdóttir, Hanna María Friðriksdóttir, Helena Einarsdóttir, Laila Sara Líney Inga Guðmundsdóttir, Laufey Björk Sigmundsdóttir, Sara Ósk Stefánsdóttir, Elsa Sæný Valgeirsdóttir, Rósa Dögg Ægisdóttir, Michelle Trainee, Ásdís Rán Kolbeinsdóttir, Heba Sól Stefánsdóttir og Arna Sólrún Heimisdóttir. Þjálfari HK svo sjálfsögðu Emil Gunnarsson. Hörkulið sem að HK hefur með í vetur eins og svo sem venjulega. Við viljum að vera í toppbaráttunni undanfarin ár. Við skulum kíkja á heimalið svo í kjölfarið. Og þar byrjum við á henni Neru Mateljan. Hörku kantsmassari sem er búin að koma sér betur og betur inn í KA-lið, koma miður tímabili í fyrra. Svo nummer 3 Helena Kristín Gunnarsdóttir, blakkona ársins og algjör lykil maður í KA-liðinu. Þá svo nummer 5 Paulo del Olmo Gómez, gríðarlega öflugur leikmaður sem hefur eiginlega bara unnið titla hér á Íslandi, hvað sem með Þróttinnes eða svo KA undanfarin ár. Svo nummer 6 Gía Gunnardóttir, fyrirliði KA. Nummer 7 svo auðspyrjarinn sjálfur Jóna Margrét Arnarsdóttir, efnileg stelpa sem mun ná ansi langt í blakkefinunum, fullir ég. Númer 8 svo Sóley Karlsdóttir, ung stelpa sem hefur verið að nýta sensana vel frá hún hefur fengið sensinn. Númer 9 svo Ásta Lilja Harðardóttir, mætt aftur eftir árs fjarveru. Númer 10 svo Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir, kemur nýinn í hópinn, var ekki með í síðasta leik. Númer 11 svo hinn uppspyrjarinn okkar Amelía Ýr Sigurdóttir, einnig mjög ungur leikmaður og einmitt mjög spennandi uppspyrjari. Númer 13 svo líberóin Valdís Kapitola Þórðardóttir og 14 Heiðbrá Björgvinsdóttir. Og númer 16 Carmen Munoz Morales, kom nýinn í liðið núna, og einnig hún Sigdís Lind Sigurdóttir, landslískonan sem kom frá Danmörku, gríðarlega spennandi leikmaður sem var meidd í síðasta leik, en reiknum fastlega með að sjá mikið frá henni núna. Og svo endum við á Hrafnhildi Ástu Njálsdóttur og þjálfari KA svo að sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. En þetta að fara af stað hérna hjá okkur. Væntanlega hörkuleikur framundan og verður gaman að sjá hvernig liðið mætilegs. KA byrjaði gegn Aftureldingu gríðarlega vel, komast í 2-0, en það dugði ekki til. Afturelding svaraði kallinu og knúði fram Oddareinu sem það unnu á endanum, og KA því með 1 stig eftir fyrstu umferðina og væntanlega klárar að koma hér í kvöld og ná sigri. Það verður erfitt gegn flottuliði HK. Jæja, fyrir það stað. Pála með slæma móttöku og þetta ás. Já, ég ætla að segja þetta verið þægilegt fyrir Pálu, ekki oft sem að sér hana klúra svona móttöku, það virkaði þægilegu bolti, en Michelle kom með fyrsta stigið. Það ás hjá gestunum. Kemur Michelle aftur. Þessi bolti út. Já, Helena lét hann fara. Það var rétt ákvörðun, 1-1. Michelle með 1 ás og 1 mistandi uppgjöf. Þá líberó skipting hjá okkur. Heiðbrá mætir inn í líberó stöðuna hjá okkur. Jóna í uppgjöfinni, fastu bolti, en þetta mjög góð móttaka þarna Hjördísi. Hjördís tekur svo smasið í blokkina á niður og hún að skora fyrsta stigið sitt, 2 fyrir gestina. Þetta var vel gert, mjög vel gert, tók boltan vel upp, fekk boltan tilbaka og skilaði þessu góða stigi, 2-1. Jæja, Sara Ósk, þessi bolti langur og já, Valdís komin inn á, lætur hann fara og skiptir svo beint út af.
varnar libero gáðaliðinu. Það hörar skiptingar hérna á liberónum hjá okkur, frelsingjunum. Paula Del Olmo. Fínn bolti en þetta góð móttaka. Og svo aftur reynir að lauma, þarna Helena mætt. Kemur afturlínu spás frá Pálu. Pála klárar þetta, já, virkilega góður bolti. Paula Del Olmo Gómez kom með fyrsta stíði sitt, K.A. 2 stíð í röð og K.A. leiðir 3-2. Pála aftur uppgjöfinni. Þetta fínn bolti, lendi vandræði með þetta og þarna lúrir Helena Kristín Gunnarsdóttir og hún skilar þessi gólfið. Þarna mistar móttökuna aðeins svo langt og Helena var við öllu viðbúin. Mætt aftur með gleraugun og það greinilega að skila sínu. Og þarna reynir að lauma, en þetta vel gett hjá Heiðbrá. Kemur Carmen og fín móttaka og þetta kemur hörku smas og þessir inni. Já, Hjördís gerir þetta vel, komið 2 stig. Og minnkar í 4-3. Þá hún Matthildur. Þetta gefur Helena vel, boltið svo yfir á Carmen og Carmen skilur þessu. Það reyndu að verðast þessu, gekk ekki. Carmen gerir þetta virkilega vel hérna. Reiknum að tala flestir með að Jóna var að leita að Helenu. En setti boltið svo á öfugalið þar sem að Carmen beið og hún gerði þetta virkilega vel. Fastu bolti, 5-3 fyrir K.A. Og smá vandræði með móttökuna, kom boltan yfir og skora bara stigið. Carmen fór í hávörðina og af henni skoppaði boltin erfiðlega fyrir K.A.-liðið og gott stig hérna hjá Laufey sem var skorað þetta, sýndist mér. Og 5-4 staðan, þessi bolti hérna. Góður boltur á Jónu á Carmen, það eru velvakandi afturlínunni og þessi bolti beint á Carmen. Jóna upp á Helenu, það eru 2 klárar í hávörðinni. Ná svo að verðast þessu og þessi bolti flottur en Helena klár í sínu stöðu og þessi bolti svo út frá Pálu úr afturlínunni og jafnar 5-5. Ekkert að þessu, fínt spil. Bolti bara aðeins svo langur. K.A.-liðið svolítið að þjarma að gestum. Það eru svona þekkta fyrir frábæra móttöku í HK-liðinu og þessi bolti fer svo ekki yfir nettið. Já, K.A.-liðið heldur því áfram að leiða þetta. Vísinu ekki frá Hjördísi. Og Carmen de Munoz í uppgjöfuna. K.A.-liðið og þessi bolti fín en góð móttaka þarna hjá henni Líney. Og þessi bolti allt og langur. Slá allt og mikið undir hann og hún hlæði nú bara þessu svo sem eina vitið. Michelle búin að skora stig í leiknum en þessi var aldrei að fara að gefa annað en K.A. stigið. Og fín móttaka og hérna kemur Michelle aftur. Nú hún að lauma á, missum boltan yfir en K.A.-liðið nær að verjast þessu, frábærlega gert. Jóna upp á Helena plaffar þessu og klárar þetta. Já. Hanna slapp K.A.-liðið með skrekkin, voru fljótar að átta sig. Sneri vörn í sókn og Helena Kristín bombar þessi niður 5-8 eða 8-5 fyrir K.A. 3 stig í röð núna. Þær eru í smá vandræði núna, þarna vantaði talandan og ás hjá Carmen de Munoz Morales. Já, voru að hrósa gestunum fyrir móttökuna, þarna vantaði algjörlega upp á talandan. Þetta var klaufalegt. Áfram með smjörið. Og hérna lauma, hérna Heiðbrá klár. Gerir þetta vel. Boltinn á Pálu. Pála ættir hann skoppa af netinu. En HK-liðið verst þessi bolti Jóna. Carmen tíðan bara örugt yfir. Og lag fyrir gestin og kemur smassið hérna af hávörðinu og út. Þetta gerir Michelle vel. Já, hún má eiga það, hún fagnar vel og innilega þegar hún skorar stig. En þetta eina vitið, hafa gaman að þessu, fagnaði sér vel í gert.
9-6. Þá hún Hanna María í uppgjöfinni. Þessi bolti fít. Pála tekur vel á móti beint á Jónu. Jóna á helinu þegar hann lausan og skrúar hann hérna á milli fram á afturlínu. Þetta frábærlega gert. Byrjar á því að vera góð móttaka hjá Pálu. Beint á Jónu. Jóna vissi bara hár hvað hann að gera þarna. Setti boltan á helinu og helina klára þetta frábærlega. Fyrir svo beint í uppgjöfina sjálf. 10-6 fyrir KA. Flott byrjun. Og það hérna háboltanum yfir en Jóna á helinu afturlínu. Helina. Góð björgun hérna hjá Matthildi. Þessi bolti svo yfir. Beint á helinu og nú séns. Kemur Pála. Setur hann í Hávardina út. Þessi rétt út á KA fær stigið. Frábær Hávard. En boltinn datt rétt út fyrir. Og KA komið 5 stigum yfir núna. Pála til Olmo Gómez komið 2 stig. Þau verða fleiri. Það alveg ljóst. Kemur Elina bolti beint á Hjördísi og í kjölfari kemur hörku stig hérna. Það var vel gert hjá Söru. Kom með 1 stig 11-7. Og þessi bolti ekki nægilega hár og stelpurnar voru fljótar að lesa það. Jóna fór eiginlega bara að fagna áður en að boltinn kom að netinu. Það getur einst hættulegt ef boltinn nær svo að snúa sér yfir en Jóna nú fljót að lesa þetta mikill blakheili. Þá Gíja Guðnadóttir mætt í uppgjöfina. Gíja frábær leiðtogi í KA-liðinu og þessi bolti fínn en móttakan frábær hérna hjá Líney og þessi bolti svo Michelle af Hávardinu út. Og Michelle kom með 3 stig. Láta til sín taka á kantinum hérna hjá gestunum. Jæja. Michelle komin í afturlínuna, þessi bolti langur og það láta hann fara, hann var ekkert rosalega langt úti en það voru fljótar að lesta rétt og Valdís hefur valla fengið að vera með. Engin uppgjöf farið forgörðin hjá KA-liðinu, 5 hjá gestunum. Það dýrt að nakka þetta sem unnur á liðunum. Jóna fær ekki á sig en það var röngu uppstilling hjá gestunum, þannig að KA-liðið fær stigið en þetta er svekkjandi að fá svona stig á sig og Emil ekki rosalega ánægður með þetta en þetta klaufalegt. KA-liðið fær stigið 14-8. Jóna aftur, geggjaði bolt, nei, ég alltaf hlutur á rósinni og með geggjaði bolta áðan, það töldi ekki. Þessi var oflangur og fyrsta uppgjafa klikkið á KA. Það þýðir að Valdís mætt aftur í Líbróin. Spurning hvort hún fá að vera einhver tíma inn á núna. Hún verður að fljóta fyrir að skipta. Jæja, Jóna upp að Pálu. Pála plaffar þessu, já. Þetta gerði það virkilega vel, Jóna og Pála. Pála komið 3 stig. 15-9 KA-liðið að spila virkilega gott blak hérna. Sá tíma veit ég að það býr aðeins meira í þessu HK-liði. HK vann ofurbikarinn hérna fyrir norðan á dögunum og lítur nú bara nokkuð vel út á því móti. Hérna kemur svo fínn bolti frá helinu en góð móttaka á að reyna að setja hann strax yfir. Og hér kemur svo Carmen. Carmen af Hávardinni. Brendar þetta. Gott stig hérna. Frábært stig hjá Hjördísi. Jæja, Carmen aftur á Hávardinni og þetta ekki séns að berga þessum bolta. 16-10. Carmen kom með 3 stig.
frábær viðbót í KA-liðið Carmen. 7-7 stigum eftir smöss. Gaman að skoða svoleiðis. Bolti fastur, en frábær móttaka hjá Michelle og svo kemur hörku smass hann á kantinum og já, Laufey Björk kom með 2 stig. Þær eru ennþá inn í þessu gestirnir. KA-lið þarf að halda áfram og klára þessa hreinu. Helena laumar og Michelle fljóta bregðast við. KA-lið kemur aftur og Gía rétt snertan að bolta. Þessi bolti hérna svo beint á Jónu. Valdís upp á Carmen. Fínn bolti, já, það var aðeins langur en Carmen situr hann yfir. Svo kemur Laufey út. Já. Lagi boltina á Laufey en hún sett hann aðeins svo mikið til hliðar. Þetta datt út þessi. KA 6 stigum yfir. Carmen. Þessi bolti, já. Held í smá vandræðum með móttökuna en náða að gera fínt úr þessu. Jóna upp á Pálu úr afturlínunni. Pála en boltin beint þarna á hana Hönnu sem að tók vel á móti þessu. Hávörnin og þetta Carmen reyndi hvað hún gat að bjarga þessu, gekk ekki. Og Michelle kom með 4 stig. Hún ætlar heldur betur greinilega að nota til sín taka hér í dag. Þessi bolti hérna beint á Gíu. Gía, þarna hélt Jóna að boltin var að fara yfir netið, svo var reyndist ekki og hún var aðeins og seinna bregðast við. Móttakan hjá Gíu aðeins og framalega og Hanna María fær skrána sig ás alltaf hjá okkur í KA-tíðinu. Helena, Jóna á Gíu. Gía sér úti 3 stig í röð hjá gestunum, allt í nýrið dálítið 3 stiga leikur. Kemur Matti og gefur Gíu góð ráð. Spurning hvort hann hafi heyrt þetta. Pála, aðjá, Carmen er fljóta bregðast við þessu. Pála setur hann yfir. Nú er móttaka ekki nægilega góð og þessi bolti, hvað endar þetta? Jóna upp á Helenu. Helena, þetta var í netið, já, 4. Nei, aðaldómarinn dæmir það ekki, hann er áfram við smjörið. Jóna upp á Helenu. Helena, þetta var hárðinni hins vegar klárlega og KA kemur honum yfir, frábærlega gert. Nú kemur Michelle, setur hann á Pálu. Hvar endar þetta? Jóna á Helenu. Helena, það var erfið bolti, hún kemur honum yfir. Og þessi bolti svo út frá Laufey og KA-liðið fær stigið. Ég er samt alveg nokkuð viss að KA-liðið sloppi heldur með skrekkin þarna. Ég held að það hefði farið í netið þegar Helena sló hann á hann en yfirdómarinn vildi ekki dæma það. Litt leikinn halda áram og KA-liðið fekk á endanum stigið. Með 9 stig á KA eftir mistök á gestunum. Það er dýrt. Kemur Helena. Sér bolti góður en frábær móttaka á Matthildi. Nei, fyrirgefið hjá Hjördísi. Og svo kemur boltin hérna á Pálu. Pála af hávörðinu og niður. Já, Pála ótrúlega nöski að lesa í hávörðina. Þetta gerir hún vel. 5 stiga munur. Og Helena Kristín Gunnarsdóttir í uppgjöfina. Smá reikistjarna hérna. Emil var að biðja leikhlé fyrir gestina. Fatt ekki alveg hvað er að gerast hérna. Ég bara held að Emil myndi bara fá leikhléið sitt. En það er það ekki. Aja. Það verður það alltaf bara seinna. Aja, Helena Kristín. Þessi bolti beint á Hjördísi og svo kemur
Virkilega gott stig þarna, Káa-liðið var ekki klárt þarna og Sara Ósk Stefansdóttir með sitt annað stig í leiknum. Þá kemur Valdís inn. Valdísinn. Næja, 4 stiga munur, Káa-liðið vantar 60 í röð. Ekki í röð fyrir gefið, 60 í viðbót ætla ég að segja. Til að klára þess að fyrstur hinnu. Getur verið gríðarlega mikið að taka fyrstur hinnuna. Þó að vísu hafi ekki skilað sigri í síðasta leik. Þarna er Sara aftur klár. Boltinn fór aðeins og langt rétt við netið og þar lúrði Sara og leikhlé. En mér sýnist eins og að vera Matteo sem tekur leikhlé núna. Þannig að Emil á enda að taka leikhlé. Já, Káa með leikhlé í stöðunni 19-16. Honum innilega að stelpurnar ná að klára þetta. Þessi var gríðarlega svekkjandi að ná ekki að vinna leikinn gegn Aftureldingu í fyrstu umferðinni eftir að komast í 2-0. En á samtíð var mikið hrós á gestina úr Mosfellsbænum að snúa þessu við og vinna endanum í Oddahraunu. Káa-liðið með 1 stig og stelpurnar er fyrstir í 3 stig hér í dag. Gríðarlegur metnaður sem liggur í Káa-liðinu. Stelpurnar æfa rosalega vel, æfa mikið aukalega og það er alls ekki að þessi orðnar eitthvað sattar eftir virkilega góð ár undanfarið. Kemur Pála á hárninni, þessi hann er Gíja klár og hér kemur Helena aftur línunni, frábær og þá er lauma þessu. Sara er að leika á alls oddi hérna. Þarna bjóst Káa-leikurinn enga við laumunni. Þetta var þá eins góð lauma og getur verið. 17-9, HK komið 3 stig í röð, 2 stiga munur. Rósa Dögg með hennar boltan í langur og það var inni, já, datt beint á línuna. Það datt það niður alveg til restina. Ég get ekki svo svarið, hann var á leiðinu út þessi en það lítið hann að fara stelpurnar en hann var hins vegar alveg klálega inni. Rósa með gott stig, var að Rósinni fyrir það. Og þessi bolti, þetta gerist ekki ljótara en þetta en það gerist ekki af alla skemmtilega að fá svona stig. Carmen de Munoz snúi stig hérna fyrir Káa-liðið. Þá kemur skipting á Káa-liðinu. Sigdís Lind er mætt. Það er virkilega jákvætt. Gríðarlega öflug stelpa sem að verður virkilega gaman að fylgjast með í vetur en þessi bolti frá Gíu og langur 20-19. 1 stigs munur og nú fer hvert stig að vera heldur betur mikilvægt. Michelle með hennar bolta, Helena klár, Jóna setur hann á Pálu, Pála á hárninni en Michelle er klár hérna og þessi bolti hérna vel gert hjá Valdísi og Pála setur hann út. Nei, hann fer af. Það er dæmt touch, þannig að Pála fær stigið. Ég var ekki alveg viss hvort hann hefði dæmt á þetta ekki. Káa slepp með skrekkinn, 21-19. Pála kom með 5 stig. 10-10 eftir smöðs. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Þessi bolti góður. Það er ná þess að skapa sákvæmdi stöðu en þessi bolti er út. Aðeins og langur bolti. Og Hjördís Eiríksdóttir fljóta viðkynna mistökin. Káa komið 2 dýrmæt stig núna, 3 stigum frá því að klára þetta. Komast í 1-0. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Flottur bolti, virkilega flottur bolti, ásjá Jónu. Sett hann hann erfiðan fyrir hann Líney sem er frelsingi gestana.
og hún náði ekki að stýra þessu nægilega vel. Fyrst því hjá Jónu. Rosalega gott að hafa Jónu í uppgjöfu núna. Ótrúlega örugg í sínum aðgerðum og hikar ekki við að sækja ásana þráttur að allt sé undir. 23:19. Við kíkjum á tölfræðina. Við leið á fyrsta hreinan búinn. Það styttist í það. K.A. vantar 2 stig. Jæja, það er leikliði hjá Emil að trufla Jónu. Jóna búin að vera frábærar uppgjafir áðan og þessi bolti, já, aftur flottu bolti en núna eins og góð móttaka við Líney. Og þessi bolti svo af hárunni og út og hún Hjördís að skora sitt 4. stig. Gerði þetta vel af hárunni og bolti svo yfir allan völlin og svo út. Þá er skipting í gestunum. Hún Sara Ósk kemur út og inn í uppgjöfuna kemur svo hún Helena Einarsdóttir. Þessi bolti frá Helenu, beint á Pálu og kemur boltin svo Carmen. Frábær vörn þarna hjá gestunum, boltin yfir. Helena klár. Fær svo boltan í afturlínunni og sáu háörnina, Sigdís stegir sér boltan, þetta kemur boltin svo á Pálu hinum megin. Já. Pála skrúvar hann yfir háörnina og har dettur boltin svo niður í jörðina. Æja, nú verða gestirnir að svara. Það gera þær ágætlega. Kemur aftur hérna hörku bolti, hann er út. Nei, hann er inni, fyrirgefi. Þessi var inni. Við fannst að vera úti, en já, fastu boltina frá. Já, HK er ennþá inn í þessu. En KA-liðið vantar aðeins 1 stig. Nú er pressa á Matthildi í uppgjöfinni. Þessi bolti öruggur, beint af Valdís. Jóna á Helenu. Helena laumar, en frábærlega gert hjá Matthildi. Og þessi bolti svo beint af Pálu. Jóna upp á Helenu. Helena smassar eru frábærlega gert þarna hjá Líney. Svo kemur sénsinn hérna. Nei. Þarna er Helena og segir nei takk. Og Pála plaffar þessu, frábær móttaka Matthildi þarna. Hvar endar þetta? Laufey. Valdís upp, Jóna á Helenu. Helena að hárninni, en hér er að ferjast. Þetta er alltaf mikilvægt stig. Og boltinn á hárninni og Helena missetta hann aðeins. Hélt að myndi skrúast aðeins lengra. Svo var ekki. En er Hjördís að skora, komið 6 stig. Og er skipting, Sigdís út og Hrafnhildur inn. Næja, HK er náttúrulega engu að tapa. KA-liðið verður eins og halda áfram að sækja þetta stig sem vantar. Flottur boltur á Helenu og svo kemur Carmen. Já, hún er fljóta átt að segja þessu, hún Líney. Laufey með fastan bolta, hún er að skora, minkar þetta í 1 stig. Ekki er HK að fara að knýja fram upphækkun. 24-23. HK komið 3 stig í röð núna. Laufey Björk. Hún setur nokkra út, en hikaði ekki að þrauma þessi bolta í gólfið. Þá tekur Matteo leiklið fyrir KA-liðið. KA í úrvalsstöðu. En gestinni gefast ekki upp, búin að skora 3 stig í röð núna, en vantar 1 í viðbót til þess að fá upphækkunina. Verður alltaf að vinna með 2 stigum. Eins og við vantarlega flest allir viti sem er að fylgjast með KA TV hérna.
Jæja, leiklínu lokið. Matthildur búin að vera með mjög öruggar uppgjafir og kemur boltinn. Hérna, það er, já það ná að vera þessu vel gert og þessi bolti svo inni, þessi er inni, þær eru búin að jafna metinni 24-24. Já, hérna hér. Káli tekur smá liðsfund. 0 sjút, halda áfram, klára þetta. Mikilvægt að vinna fyrstur hinu. Matthildur Einarsdóttir áfram, bolti hérna beint á Helenu. Jóna á Helenu, þessi er svolítið aftarlega en Helena virkilega keyrir á hana bolta, það er ekki séns að taka á móti þessu. Frábær bolti og Helena Kristín Gunnarsdóttir komið 4 stig. Þá tekur Emil leikhlé fyrir gestina. Þetta er aftur sama staða, KA-liðið vantar 1 í viðbót til þess að klára þetta. Gestinni verða að skora til þess að halda þessu lifandi. Já, hvar ætli þetta endi? Það væri gríðarlega svekkjandi ef að KA myndi ekki ná að klára þessa fyrstur hinnu. Hún er að leiða allan tíman. Saman tíma er þetta svakalega sætt fyrir gestina að stela þessu. Þær eru heldur betur í stöðu til þess. Eftir að hafa verið 24-20 undir. Ja, Hrafnhildur. Fítbolti. Nú kemur hratt uppspil á miðjuna og þetta var Hanna María. Þetta var virkilega vel útfært hjá gestunum. Fín móttaka. Boltinn svo hratt upp á Hönnu á miðjunni fyrir ekki og hún kláraði þetta 25-25. Aftur jafnt. Þessir inni. Ás þarna frá Hjördísi. Já. Það kom að því að annar lið tók fasta uppgjöruna þegar allt var undir og það skilja sér í Ás. Jæja, nú er það búið að snúast við. Nú eru gestirnir með pálmann í höndunum. Jóna upp á Helena. Það kom boltar beint yfir. Jóna, nú er lag. Nú vantar okkur stíið. Carmen og hvað endar þessi bolti? Það er að koma yfir. Nú er séns fyrir KA-liðið. Valdís, Jóna, hún velur Gíu og þetta endar í sigri HK. Erfið bolti með Gíu sem hann réttnaði poti boltan og hann blokkuð þess og já, þær blokkuðu þetta vel hérna og tryggðu sér á endanum 25-27 sigur HK. Það eru sviptingar í þessu eins og við svo sem þekkjum vel í blekkinu. Getur aldrei slakað á og það sannaði sig heldur betur þarna. Gestirnir komið í 1-0 eftir að KA búið að leiða allan tíman og var algjörlega að þið virtist með þetta í stöðunni 24-20. Ja, kíkjum á tölfræðina. Stigar svo KA-liðsins ekkert voðalega flókin. Pála til Olma á 6 stig, Helena og Carmen báðar með 4 og Jóna Margrét er með 1 stig. Hjá gestunum, þar er Hjördís með 8 stig, Michelle 4, Laufey 3, Ásandinn Söru Ósk og svo er það Hanna María og Rósa Dögg báðar með 2 stig. Kíkjum svo örstuðt á tölfræði liðana hérna í fyrstur hinu. Hún kemur hér. 25-27 sigur gestana. 12 stig hjá KA-liðinu eftir Smöss gegn 16. 2 Ásar hjá KA gegn 5. 1 Lauma sikkvort liðið. 1 blokkstig, það var stigið sem kláraði þetta fyrir gestina. Og mistök móttirjas 10 stig sem KA skorar eftir mistök á HK gegn 4. 5 mismunandi uppgjafir á HK-liðinu en það var engan sig gestinni sem kláraði þetta. KA-liðin sem er búið að fækka mistökunum tölvöld frá fyrsta leik. Það vonandi borgar sig í næstu hrinnum. En já, sjáum svo hérna líka tímalengt hreinu. Vonast í hálftími eftir hinna. Tók svolítið tíma að klára hana. Voru leikhlé og upphækkun og veit ég hvað og hvað. En bíðum spennt að sjá hvað gerist í næstu hrinu.
Jæja, þá alltaf að verða klárt fyrir næstu hrinu. Kávalið þarf að vera fljótt að hrista þessi vonbrigði af sér. Hákálið, eins og ég sagði í upphafi fyrstu hrinu, svona fannst þær eiga aðeins inni og þær sýndu það heldur betur þegar mest á reyndi stálu þessari fyrstu hrinu. Það er svo ekki hægt að tala ránum hábreyttan dag. Það er heldur dimmt. Þetta styttist bara í að veturinn byrji. Frábært að við séum svo með fótboltaleik á Greiðvallinum á morgun. Spáð frosti og allavega -1 eða 2 gráðum. Jafnvel snjókomi. Þetta er bara að byrja hjá okkur aftur í þessi vetur. En jæja, þetta er að byrja hér. Jóna er að sækja ás. Já. Frábær bolti frá henni. Frábær bolti og það lendi miklu vandræðum að taka mót þessu. Líney Libero gestana reynir mikið á hana og náði ekki að stýra þessu. Kemur Jóna aftur. Fastur bolti en það er ekki að slúast yfir netið og þriðja uppgjöfun sem mistöndar sem Káaliðinu. Gestirnir hins vegar áttu 5 mistöndar uppgjöfur snemma í fyrstu hrinu. Það var ekki klikkað uppgjöf síðan. Það er mikilvægt að koma uppgjörnum yfir, láta mótherran gera mistökin. Jæja, Valdís upp á Carmen setur hann þægilega yfir. Hvað gerir gestirnir núna? Og Kávalið fær stigið, dæmt net þarna, hún bakkaði full mikið, hún hannaði þarna. Já, boltinn var svo sér nálægt netinu en hún bakkaði aðeins svo mikið og dæmt net á hana, ég held sér réttu dómur. Paula del Olmo Gómez í uppgjöfinni. Þessi bolti fastur, fín móttöku Hjördísi. Það er boltan aftur, svolítið frá netinu og hérna er Hrafnhildur klár í uppgjöfinni, hávaldinu fyrir ekki og svo skorar Carmen. Fastur bolti þarna og sýndist Líney svona eiginlega ætla að komast þér á ferðina. Fekk boltasölu bara beint á sig, bjóðst kannski ekki alveg beint í boltanum þarna. Það var 3-1 yfir Pála. Fín bolti hérna og hvar endar þetta? Nei, sjáðu Hrafnhildi, frábær staðsetning hjá henni. Helena Líney upp og Kávalið fær stigið, aftur dæmt net á Hönnu Maríu. Hún er smá klaufi núna. 3 stig í röða Kávaliðinu. Það passa sig á þessu. Jæja, það endar þetta. Þægileg bolti fyrir Kávalið. Jóna upp á Carmen. Jæja, flott staðsetning hérna hjá Matthildi. Svo kemur þessi bolti hérna. Já, ég hefði búist í net á Kávaliðinu hérna. Það var ekki dæmt. Pála yfir. Matthildur upp á, þetta var eitthvað klúður Matthildur. Ætlaði hérna að setja snöggt uppspil hérna á Hönnu. En Hanna held að það var að fara kantinn. Svo fór sem fór, 5-1, 4 stig í Kávaliðinu. Pála áfram. Og þessi bolti yfir, það sáu þið Helenu var klár hérna að loka laumunni. Og svo kemur lauma bara hinum með frá Hjördísi. Það er ætluð þess að lauma þarna. Og þeim tókst það. Þetta vantaði að koma undir hávörnina. Gríðarlega mikilvægt að vera mæta undir. Jæja. Helena fær boltan líklegast aftur neininni sem var alltaf niður bara á Carmen. Fylgja eftir Jónu. Já, hér kemur fastur bolti. Pála klár. Jóna upp á Helenu. Helena smassar þessu og þetta er ekki séns fyrir Líney. Frábær bolti, frábær spil. Helena Kristín 5 stig komin. Og Gía Guðnadóttir mætir á svæðið. Og aftur lendir Líney erfilega í því þarna ás frá Hrafnhildi. Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, vel gert hjá henni.
Aftur flottur boltur á Hrafnhildi, það taka mót þessu og svo náðar boltar hann í gegnum hendunar á Gíu. Gíja í vilt gríðarlega öflug í hávörðinni en náði ekki að loka þetta. Laufey kom með 4 stig. 7-3 fyrir KA. Byrja bara mjög svipað og fyrsta hreinan. Jóna hratt upp á Gíu og ég sýnist að hafa bara Gíja ekki ná boltanum yfir. Það var ekki verið blokk. Ættu meira en að segja að ná svona hröðu uppspil og gera og takist. Jæja. Jóna á Helenu. Helena plaffar þessu, frábær hávörn. Og hvar endar þetta? Kemur afturlínunsmass og KA-lið fær þetta beint í netið. Aftur 4 stiga munur. Carmen, já, nú línei klár. Svo kemur þessi bolti, þetta var á Michelle. Og hún skora sitt 5. stig. Gríðarlega öflug á kantinum. Helena Jóna upp á Gíu. Nú kemur Gíja með aðeins og langan. Við hefum Gíu aðeins inni. Það kemur. Það alveg ljóst. Pála, flott móttaka, þetta erfiður bolti og nú kemur Gíja en hann á að verjast þessu og skemmtilega fínt Pála og þessi bolti fór upp í loft og HK að skora hérna sitt 7. stig, minnkar þetta 1 stig. Helena, já, það kom að því, settar hann í hávörðinni hjá Laufey og út. Það sé ekki vera refsinni fyrir stíði sem Laufey var að skora á hann. 9-7 KA-liði heldur hann að leiða þetta. Þeir eru vonandi reisluði ríkari eftir að hafa mist fyrstu hrinuna frá sér á ögurstundu Helena. Kemur boltinn hérna yfir á Michelle reyna að lauma, þetta Gíja klári, það ná að halda svo lífi og hvað endar þetta? Gíja upp, Jóna á Helenu afturlínunni, hún kemur með þægilega bolta sem hann fær aftur og sjáu laumina Jónu og enda svo úti. Jóna Margrét las þetta hárrétt. Kom með 3 stig, frábærlega gert. Brósir út af eyrum, eðlilega. Viðspyrjunni getur ofta þá að njóta sín í sótanleitum, þarf að segja að skora. Þetta gerum virkilega vel, 10-7. En móttakan hjá HK-liðinu virkilega góð. Emil Gunnarsson, þjálfari HK, má eiga það, hann gera virkilega flotta hluti í Kópavoginum. Helena til svona pásu, vel gert hjá Líney. Pála, fína hávörð, fær svo boltan sjálf. Góður bolti, það ná þess að verðast þessu virkilega vel spilað þarna. KA-liðið verst þessu, endar hérna á Carmen, hún afturlínu, hún mátti ekki hoppa.
Svo kemur þessi bolti hérna og Helena reyndi að bergast þessu en það tókst ekki. Góð fórn enga síður og Sara Ósk skorar hérna 4. stigið sitt. Gerir þetta vel. Og Laufey Björk komin í uppgjöfina. Þessi bolti beint á Valdísi, gerir þetta vel. Jóna upp á Pálu. Pála plaffar þessu, já. Þrátt fyrir að Michelle hefur verið á hárréttum stað. Það var erfitt að bregðast við þessu. Það var vel smassað þarna hjá Pálu. Gíja mætti í afturlínuna. Tekur náttúrulega uppgjöfina og skiptir svo út fyrir Libero. Kemur svo hennar bolta beint á Lini og svo kemur Michelle á hárninni og skorar. Já. Búin að eiga virkilega góðan leik og komið 6 stig. Þá kemur Valdís inn fyrir Gíu. Valdís gerir þetta vel, setur hann á Jónu. Jóna nær ekki að stýra þessu. Það var sem boltinni skrúfast ansi utalega og kannski eina í stöðinni á Jónu var að reyna að lauma hann yfir. Gekk ekki. Michelle aftur. Þær eru bolti. Jóna upp á Pálu. Frábær bolti á Jónu. Og þetta endar í stigi. Frábærlega gert. Sjáuðu þennan bolta frá Jónu Margréti beint á Pálu og þá þurfi ekki að sögum að spyrja. 12-10. Þá fer umrædd Jóna í uppgjöfuna. Og hvar endar þetta? Laufey fljóta átta sig. Þælubolti núna. Helena upp á Jónu. Jóna hratt uppspil og Hrafnhildur skorar. Já. Nú tókst hraða uppspila miðuna. Hrafnhildur Ásta með 2 stig. Flott viðbót í KA-liðið. Og alveg vissum það að hún náttúrulega heldur við til sín taka í vetur með KA-liðinu. Jóna. Þessi bolti krefjandi en það náður eftir þessu og sjáu þið frábærlega gert hjá Helenu. Pála aftur er KA-liðið að þjarma að gestunum. Carmen af hávörninni, þetta vel geta Söru, boltin hérna Helena. Jóna. Helena á afturlínunni var ekki alveg klárið í þetta en hún tekur hann létt. Svo kemur frábærlega gert hjá Pálu. Hvar endar þetta? Hún er ennþá á lífi og það koma þægilega yfir. Heiðbrá. Jóna. Carmen. Easy bolti. Já. Og reyna að lauma og Pála tók hennar bolta. Pála tók hennar bolta. Hann fór ekki í netið. Hann fór alls ekki í netið þessi bolti. Þetta getur ekki. Hann verður að vera handviss ef hann ætlar að dæma þennan bolta í gólfinu. Já, endurtekið, hárrétt, endurtekið. Pála náði þessi bolta svo sannarlega, skutla sér undir boltan hann. Rétt sem verður rétt, frábært. Matteo nýbúinn að springa hann við hennan dóm. Biður stelpunum að róa sig og gera þetta agað. Það er auðvelt að segja öðrum til. Æja, Jóna Margrét áfram í uppgjöfinni, 13-10 áfram, endurtekið. Og Pála, virkilega góður bolti. Jóna upp á Helenu afturlínunni. Helenu var smassað þessum, setur hann út. 11-13. Þetta er náttúrulega jákvæða við Blakki. Það er bara þetta að vera endurtekið eða það er gerð mistök eða menn eru ekki alveg vissir. Það mætti alveg vera í fleiri greinum.
Jæja, Carmen, fín hávörðnaði á gestunum. Jóna upp á Pálu, Pála, flottur bolti eins og svo oft áður. Pála til Olmo. Komið 9 stig, svo það átt að til sín taka 19. smast í Káa. Gestunum komið 21 slíkt. Skoðum tölfra hana betur. Það líður á leikinn. Pála komin í uppgjöfina. Og hvað endar þetta? Gera ágætlega úr þessu en Michelle setur hann þægilega yfir. Heiðbrá, Jóna upp á Carmen. Carmen er að lauma, gengur ekki. Gengur ekki, 2 stigamunur. Nú er Káa-liðið fara að gera aðeins fleiri mistök. Það er ekki gott. Helena upp, Jóna aftur á Helenu. Helena smassar þessu frábælega gert hann það hjá Líney. Svo kemur hávörnin hinum megin. Lokan á Hjördísi og mér sýnist að vera Hrafnhildur sem að klára þetta. Frábært. Fyrsta blokkstíg Káa-liðsins. Þetta telur. Leið á blokkinni farin að gefa stig líka. Þá dregur það oft aðeins tennurnar úr framlínunni. 3 stiga munur. Hrafnhildur beint í uppgjöfina. Fínn bolti ásjá Hrafnhildi. Já. Hún er að koma frábælega inn í þetta. Hrafnhildur Ásta 4 stig. Jæja. Heldur hann áfram. Öðrum ás. Nei, þessi er langur. Og stig fyrir gestina. Of löng. Uppgjöf hérna hjá Hrafnhildi. Skoraði geggjaðan ás þarna áðan. Núlega slúttum það. Jóna upp á Gíu. Hún er blokkuð. Frábær blokk hérna. Carmen. Þetta vel geta Matthildi. Kemur boltinn upp á Laufey. Já, sér að hotnið er galopið og Matteo er ekki sáttur. Hann er ekki sáttur hérna kallinn. Það var allt galopið í hotninu og Laufey var ekki lengi að lesa það. Það gerir hún mjög vel. Tveggja stiga munur aftur. Helena fær boltan aftur, smassar hérna, Hávardinn tekur þetta og Laufey aftur, setur hann í netið og niður. Þetta gerði hún vel. Kom boltan fram hjá Helenu og notaði netið vel. Ég láta boltan bara deyja hana. 7 stig á Laufey, 1 stigs munur, 3 stig í rauðagestunum. Svakalega flottur leikur sem við erum með hérna í kvöld. Og Pála bakkaði áttaði sig allt inn á því. Hún var komið mjög aftarlega og lítið boltan bara að fara. Hárrétt hjá henni. 17-15. Það yrði rosalega svekkjandi. Við myndum ekki ná að vinna þetta úr þessu. Þess að vinna ekki þessa fyrsturinn og jafni 1-1. Eftir að mist fyrsturinn frá sér. Carmen. Sér á allt og lár. Og þá skipta frelsingjarnir aftur. Skipting á gestunum. Hanna María út og inn fyrir hana kemur hún Helena Einarsdóttir og Helena í uppgjöfina. Kemur þessi bolt frá Helenu. Aldís býttu nú við. Það er alltaf endtekið, þetta var einhvern krakki með bolta. Það er bara stránglega bannað, bolti fór inn á völlinn. Næja, það er endurtekið bara. Káði var fljótt að hlæja þessu bara. Þetta er svo sem einið í stöðinni. Og þá klikkar uppgjöfin frá Helenu Einarsdóttur.
og svo skipt út af fyrir líberóin. Þannig að Líney. Fýtt bolti hérna, frábær móttaka hjá Líney og hvað endar þetta? Heiðbrá reynir að skutta sér á þetta, tekst ekki svo skildi. Og Sara Ósk að skora. Kemur ennið skipting af gestunum. Rósa Dögg að koma inn á hérna fyrir Laufey Björk. Já, flott hjá Valdísi. Kemur Pála, frábær bolti, móttakan aðeins og löng, Kávalið fær aftur sénsinn, nú kemur Gíja fær krefjandi bolta þarna. Helena, frábær bolti á henni og yfirstig dæmt á, nei, tvíslag fyrir ekki. Tvíslag á Jónu, en hún þurfti svo sem að teygja sig í hennar bolta til að passa sig að fara ekki í netið og það allt, en þetta var ekki beint svona ídeal kringumstæður hjá henni. Æja, 18-18, þeir eru búin að jafna. Þá kemur allt og stuttur bolti frá henni Rósu. Káa nær áfram að stýra þessu. Þá skipting Hrafnhildur út fyrir Sigdísi. Og þetta Sigdís ná að koma og klára þetta fyrir Káaliðið og jafnir þá í 1-1. Sjáum hvað gerist. Gíja í uppgjöfinni. Langur bolti, sjáu það. Líney var næstum því búin að klukka boltan en náðu svo endanum að stökka frá honum. Já. Ég greinilega mislast þetta, hún greinilega sterti boltan. Gíja fekk á sinn. 20-18, þetta er rándýrt. Og aftur kemur hérna nákvæmlega bolti. Gíja greinilega ætlaðist til þess að Líney myndi ekki læra af reynslunni. En hún eins og að gerði það. 20-19. Valdís, fín móttaka, Jóna upp að Pálu, Pála, já, þetta var ekki endilega besti bolti við Pálu en það endaði bara mjög vel fyrir hana. Hún er svo ótrúlega langar hendur að hún gæti bara stokkið tiltala venjulega upp og leiðum boltan bara fram í hárunni, frábærlega gert, 21-19. Jóna, Margrét Arnarsdóttir, þetta er svipað á hann, hún er í uppgjöfinni þegar allt er undir, en núna eins og klikkar hún ekki henni. Það er bara eins og það er. 21-20 og hann skiptaðar aftur Helena Einarsdóttir út fyrir hana Hönnu Maríu. Æja, hvar enda þessi bolti, hann er að Pálu, Jóna upp á Carmen, erfið boltinn, Carmen gefur hann nokkuð vel úr þessu. Kemur frábær hávörð og það ná hann yfir, nú er lag. Jóna upp á Pálu, Pála á hárunni og þessi er út, já, þessi er út. Frábærlega gert, slöpp með skrekki, þessi var rosalega tæpur, þessi var tæpur. Af hávörninu og út, Pála kom með 11 stig. 22-20. Núna setjum við kröfu á Kávalið að klára þetta og það kemur ás frá Pálu. Heba Sól náði ekki að stýra þessu og Pála frábærlega gert. Það kemur skipting, Heba út og inn í hennar stað kemur Hjördís Eiríksdóttir. Það er ekki miskunn. Einslög móttaka þá bara beint út af með þig.
Svo tekur Emil Leikli. Það er að vera mjög svipuð stað að koma upp áðan. Það var KA 24-20 yfir. Emil tók Leikli og það heldur betur skilja það sér. Þannig að snúða þessu sér vel og vinna 25-27 á endanum. Það vona innilega að KA-liðið láti það ekki gerast aftur. En já, minnum alltaf á að það er fótboltaleikur á Greiðavellinum á morgun kl. 4. Það er sömu lið, KA HK í Pepsi Max-deild karla í fótboltanum. Hvetjum alla sem geta til þess að mæta á það. Að sjálfsögðu, þó að viðspáin sé ekkert frábær. En jæja, leiklið er búið. Paula del Olmo Gómez. Fín móttaka þarna og svo kemur boltinn upp. Þetta er Jóna mjög vel staðsett. Helena spansar þessu af hárninni. Líney tekur hann upp og svo kemur fastu bolti þarna og þarna ætlaði Hjördís að sneiða hann fram í hárninni en hittar ekki alveg nægilega vel. Sett hann í netið og nú er sama stað á í fyrstu hreinu. Nú þurfum við að klára þetta. Aftur Leikli. Hljótt að Emil sé að hafa eitthvað nýtt að fram að færa. Eitthvað þess ekki bara að reyna að ná okkar stelpum út úr jafnvægi. Já. HK-liðið klárt. Það er spurning á KA-liðið hefur verið að ræða þarna. Æja, Pála. Okkur vantar 1 stig. Okkur vantar 1 stig í viðbót til að jafna metin í 1-1. Paula del Olmo. Fínn bolti. Þarna Hjördís vel staðsett og Sigdís kemur hún upp. Upp á Helenu. Helena hárnin og skrúast að netinu til HK. Og aftur frábær hávörð. Þetta var Sigdís Lind. Fyrsta stigið hjá henni. Fyrsta stigið fyrir KA. Þetta var Sigdís Lind fyrir ekki þetta. Frábærlega gert og aftur er það blokkstig sem klárar hreinuna. Já, 1-1, við fengum það sem við vildum. Svar frá KA-liðinu. Reynslunni ríkari núna. Að laga þetta loka stig okkar. Það var náttúrulega á hana Sigdísi. Æja, rennir svo í tölfræðan eftir smá stund. Já. Sjáum hérna tölfræðina. Kemur hér. Paula del Olmo með 12 stig fyrir KA-liðið. Hún var virkilega góð í þessum leik. Helena Kristín með 6 stig. Carmen með 5. Ásandinni Hrafnhildi Ástug. Og Jóna Margrét með 3. Svo var Gía með 1. Og Sigdís Lind svo með stigi sem jafnaði metin í 1-1. Sjáum gestina. Það er Hjördís með 9 stig. Laufey er með 7. Michelle með 6 stig. Þetta er að hafa verið virkilega öflug í fyrstu hreinu þá spilum við minna í þessari seinni hreinu. Sara Ós með 5 stig, Hanna María 2, Ásandra Rósudögg og Matthildur með 1 stig. Sjáum svo tölfræðina úr þessari annari hreinu. Já, 25-27 KA, 9 stigur Smörsson gegn 7, 5 Ása gegn engum hjá gestunum, það munar það. Og akkurat munurinn á liðunum. 1 lögmaður KA gegn 2, 2 blóðstig gegn engu. 8 stig sem KA skora eftir mistök gestunum gegn 11. KA-liðið gerði mun fyrir mistökgestarhreinu eftir fyrstu. En það kom ekki að sök. Og KA skora mest 4 stig í röð gegn 3 og leiddi mest með 5 stigum sem var lokamunurinn. HK aldrei yfir
í þeirri 27,5 mínútu löngu hrinu. Jæja, svona smá pása til að kemur að þriðju hrinu, 1-1, allt í járnum. Já, þá alltaf að vera klárt í þriðju hrinu. Kemur kannski lítið á óvart að staðan sé 1-1 eftir þessu tvær hrinunar. 2 frábær blakliðar hér að eigast við. Michelle með þennan fyrsta bolta. Pála upp á Jónu, Jóna yfir á Carmen. Og af hárninni og þær náðu ekki að stýra þessu beint niður. Og svo fór sem fór, fyrsta stíð hjá Káa. Carmen Munoz Morales. Já, nú fær Valdís að vera bara liberóin okkur. Búin að vera aðalega varna liberó. Jóna með hörku uppgjöf beint á Michelle. Og þessi bolti svo frá henni Söru af hárunni hjá Pálu og niður. Jafnar 1-1, ekki lengi jafna. Sara Ósk Stefánsdóttir með hennar bolta. Valdís gerir þetta vel og boltin svo upp á Pálu afturlínunni. Þetta gerir það vel. Fyrir ekki Pála allir í framlínu, afsikið þetta. Og HK fær stíið. Dæmt net. Sá ekki alveg hver það var sem að fór í netið en dæmt net á Káaliði. Og HK er komið 2-1. Þessu náður aldrei í síðustu hrinu. Voru allan tíman undir eða í jafnri stöðu. Sara því áfram uppgjöfinni. Þessi bolti hins var ekki yfir. Káa jafnar í 2-2. 9. uppgjöfin hjá gesturinn sem misheppnast. Það eru 7 hjá Káa. Paula Del Olmo. Fýtt bolti, Michelle hins og er klár hérna og Jóna tekur við þessu Carmen. En þær eru með rosalega góða móttökur núna gestirnir og svo kemur hörku bolti en frábær Hávörd sem endar í stíi fyrir Káa-liðinu. Frábærlega gert. Það voru þær geggjaðar Carmen og Hrafnhildur. Lokuðu vel á þetta. Endaði svo í mistökum hjá gesturinn en náðu ekki að verjast þessu. Pála. Þessi er inni, þessi var inni. Já, það held hann væri út þessi en hann sleikti línuna. Paula Del Olmo kom með 13 stig, 4-2 fyrir Káa. Boltinn hérna upp á Hjördísi, Hjördís á Pálu. Jóna, hvað gerir hún? Setur hann aðeins aftarlega á Helenu en Helena kemur hann yfir. Skinn boltinn hérna Hjördísi aftur á orðinu. Jæna vantaði einhverja Káa-stúlku til að taka þessi bolta hann af hárninni. En skítur skeður eins og maðurinn sagði. Hjördís kom með 10 stig. Þetta endar í ás fyrir Anna Matthildi. Já, boltinn snýrist þarna lengi netinu ákvað svo að vilja fara yfir og Helena var aðeins frá því að ná þessum bolta. 4-4
Jæja, Valdís fín móttaka. Bolti svo upp á Helenu, þetta góðu bolti og hún setur hann á hávörðina út. Káa áfram í forystunni. Helena komið 7 stig. Þurfum að vera duglega að nýta Helenu. Þá kemur Gíja inn. Það líka einn sem við eigum svolítið inni hjá. Gíja algjörlega frábær leikmaður. Hún á klárlega eftir að sýna meira hér í kvöld. Og Káa fær þennan bolta. Sýndist að það bara einfallega yfirstig hjá gestunum. Hún var að reyna að redda boltana yfir hana. Gætti ekki að sér. Stegi yfir hana. Skipti ekki öllu máli því að Gíja hefði annars klárað hana bolta beint í gólfið. Þannig að Káa hefði alltaf fengið stigið. Hrafnhildur. Michelle með flotta móttöku. Kemur boltinn upp á Hjördísi. Hjördís. Hún skorar. Carmen náði boltan og svo náði Gíja að reka tána í boltan. En boltinn skaust þarna frá vellinum og Hjördís náði því stiginu. Hjördís með uppgjöfuna fín móttaka Pálu beint á Jónu. Jóna á Helenu. Helena fínn bolti og það reyna að lauma Jónina var fljóta að átta sig. Valdís gerir þetta vel og laus boltinu frá Helenu. Michelle, fastur bolti, frábær hávörð, hvar endar þetta? Þægileg bolti yfir núna, nú er lag. Pála, Jóna, upp, hratt á Gíju og þetta, það er ná að bjarga þessu frábærlega gert, hvar endar þetta? Gíja aftur, laus bolti. Michelle, þægileg bolti núna yfir, Pála, Jóna upp á Carmen, Carmen fastur bolti, frábær bolti á Matthildi, hvar er þetta fara að enda? Jóna, Valdís upp á Carmen, Carmen fastur bolti, Matthildur næra, setja boltið upp í loftið, þægileg bolti aftur. Káa er að þjarma að gestunum, það er ná að, við þurfum alltaf að verjast þessu. Gíja reynir að setja langt þarna, gengur ekki, Michelle upp af hórninni og skorar. Ótrúlegt stig hérna. Já, Káa-liðið reyndi að klára þetta. En frábær móttaka, trekk í trekk á HK-liðinu. Enda svo að Michelle smassar þessu í hávörðina og skorar stig 6-6. Þetta getur verið hansi sterkt andlega að ná svona stigi. Pála, Jóna upp á Carmen. Carmen fastur bolti og núna skorar Carmen. Já. Carmen komið 7 stig. Fer svo sjálf í uppgjöfuna. Já, fín móttaka þarna á Hjördísi, skilur Michelle og af netinu, kemur Helena hinum megin, frábær hávörð, Gíja upp, Jóna aftur á Helenu, Helena aftur er að blokka hana, henn er Gíja klár undir, vel gett hjá henni, hvað endur þetta, Laufey, fastur bolti en Carmen gerir þetta virkilega vel, boltinn tilbaka á Jónu, Pála setur hann örugt yfir, hratt upp á miðjuna, Valdís frábærlega gert hann hjá henni. Þarna var Jóna við það að blokka Michelle en gekk ekki og Michelle jafnar í 7-7, 8 stig. Frábært lag sem liðin er að sýna okkur hérna trekk í trekk. Heldur betur kvitnað á gæðunum hérna. Heldur betur 7-7. Æja. Þessi er úti, þessi var uppgjöf aðeins og löng hérna frá Laufey. Og Káa heldur áfram að leiða. En þetta ætlar að vera svakaleg þriðja hrina. Þetta virkilega hreina lið sem að við þessar hrinu er allavega öruggt með stiguleiknum. Og svo þetta í leikilstöðu upp á að klára þetta. Pála af hávörninni. Vel gert hjá gestinu Michelle. Þessi bolti langur. Jóna upp á Gíja og Gíja treður þessum bolta. Gæti alltaf verið í körfubolta. Þetta gerði það vel.
rosalega gaman þegar Gíja og Jóna ná að tengja svona. Og Káa 2 stigum yfir, neita að láta forystunni af hendi. Ég algjörlega fylgjandi því. Leiklega hjá Emil. Já, það aðeins var að kvarnast úr áhorfendahópnum, það er svona klukkan alveg orðin korter yfir 9. Öllum sóknarvarnarreglum fylgt hér í K-velinu. Þessum vel upp að hleypa ekki á mörgum inn. Svo hefur kvarnast aðeins úr hópnum, svo þarf að liða leikinn. Þannig að hérna er allt eins og á að vera. Helena Kristín Gunnarsdóttir. Fýtt bolti þarna og hvar endar þetta? Frábær hávörð þarna og Gíja svo neglir þess að heldur betur kviknað á Gíju. Gíja Gunnarsdóttir komið með 3 stig núna. Fagnar gríðarlega fyrirliðin. Henni er greinilega létt. Þetta er smá erfiðleikum til að byrja með. Þetta er komin í gang núna svo sannarlega. Og þessi bolti var líklegast að leiðinu út en Valdís tók hann og svo kemur Pála og reynir að sneiða hann fram hjá horninni. Gengur ekki og tvekja stig munur aftur. Jæja, þessi bolti, já, vel gert hjá Valdísi, kemur hann Jónu og svo massífi bolti þetta frá Pálu til Olmó. Smell hittir þetta upp í skeitir, þetta væri grönnur íþrótt, alveg út í horn. Káa aftur 3 stigum yfir, 14 stig hjá Pálu til Olmó. Jæja, Gíja. Móttakan fín, Michelle, en Gíja er klár. Kemur boltinn á Pálu, Pála. En þarna vel gert hjá Líney og hvar endur þetta? Michelle með fasta bolta en Helena frábæra staðsett. Vel gert hjá Jónu, kom boltan yfir. Kemur svo Sara þarna. En Káalið sá við þessari lúmska bolta frá henni og svo boltinn svo virkilega góður hérna. Við erum komið 4 stigum, Pála til Olmó af hárninni og boltinn snýri svo yfir afturlínuna. 12-8, já. Þetta viljum við sjá. Ekki langt sena gestur í jöfnu í 7-7. 5-1 kafli á Káa-liðnuna. Gíja, flottur bolti en fín móttaka hjá Hjördísi og svo kemur hörku bolti þarna, frábær hávörn hjá Pálu og þessi bolti frá Hrafnhildi ekki nægilega góður og hún veitir upp á sér skömmina. En þetta er að sjálfsögðu hlutaleiknum. 3 stiga munur. Sjálfvenna bolta á Helenu Jóna og hratt uppspil og þetta klárar Hrafnhildur. Hún var ekki lengi að svara fyrir touchið á hann og er fljóta brosa aftur. 13-9. Já. Og svo kemur uppgefin frá Jónu. Í netið nærus ekki yfir. 13-10 fyrir Káa-liðinu. Við náum að hanga á þessu en HK-lið neitar að gefast upp. Og svo kemur þessi bolti frá Söru. Hann er á langur, endar út. Það er að hanga í svona 3-4 stigum núna. Það væri rosalega sterkt að ná að slíta sig aðeins frá HK-liðinu. HK-liðið er svo baráttu glatt, þannig að áhengjum alltaf að hanga í leikjum. Og þessi er út frá Pálu. Það var ekkert langt út.
En úti var hann. Þessi bolti hérna á velgættu Helenu Jóna upp á Pálu afturlínunni. Svo kemur Hjördís, frábært smass. Nýtti hérna hæðina mjög vel og neldi þessu niður. 14-12, 2 stig í gestunni núna. Hjördís komið 12 stig í leiknum. Þurfum að vera að halda áfram. Þá kemur Matthildur með hennar bolta. Káa aftur 3 stigum yfir og þá er Gígja mætt í framlínuna. Þessi bolti eins og langur. Og Valdís Kapitola röltir aftur inn á. Velgert hjá Pálu og hratt uppspil á Gígju og núna svínvirkaði þetta. Hraðað uppspil á Gígju. Gígja er komin í gang. Það er virkilega vel. Þryggjastefnunur, 16-13. Carmen, þetta er tiltur að þægilt fyrir Líney. Bolti svo hérna, frábælega kert hjá Valdísi. Og þessi bolti áfram í leik. Laufey á Carmen. Stúmur þessu hérna við, kemur Helena fastu bolti. Hávarðin tekur þetta. Jóna getur valið aftur, setur hann yfir á Carmen. Það ná að verðast þessu frábælega. Carmen upp, Jóna, hvað velur hún? Hún velur Helena að hárninni. Þessi bolti áfram í leik. Jóna upp á Helena aftur. Helena setur hann langan og það ná að verðast þessu. Frábær bolti og það endar svo í stíf fyrir Michelle, fyrir HK. Já, skemmtilegt rally þarna. Endar aftur í stíf fyrir HK. Það virðist alltaf að vera regla ef að boltin er lengi í spili að HK náði að taka þau stig. Þá mætir hún Helena Einarsdóttir aftur inn fyrir gestina. Hún hefur verið að koma inn á þessum tíma í hreinunum og fá að taka uppgjafir. Bolti beint á Pálu. Jóna þarf að sækja bolta langt. Helena setur hann örugt yfir. Hvað er gestin núna að reyna? Vá, virkilega vel gert og Jóna kemur svo yfir og verður að þjarma Káa-liðinu. Fastu bolti, frábær hárni á Gígju þarna og svo kemur Helena og sjáu Gígja var fljót að breiðast við en náði ekki stýra boltanum betur en þetta. 1 stigs munur, Sara Ósk Stefánsdóttir komið 7 stig. Ein stigs munur. Helena Einarsdóttir áfram í uppgjöfinni. Þessi bolti frá henni. Pála sér við honum. Kemur boltin hérna á Gígju og Gígja setur hann á langan handa. 16-16. 3 stig í röð HK. Þær eru búin að jafna þetta. Þá tekur Matteo leikhlé fyrir Káa-liðið. Og raunin mjög eðlilegt að stoppa þetta áhlaup gestana. HK var yfir í stöðunni 2-1 ef maður rétt í þessari þriðju hreinu. Annars er Káa búið að leiða þetta. En jæja, nú fer að koma að stóru stundinni. Þriðja hreinin er gríðarlega mikilvæg að tryggja liðinu allavega stig. 16-16. Pála á Jónu, Jóna upp á... Þarna vantaði eitthvað tal þarna. Gígja hélt að Carmen myndi taka þetta og Carmen hélt að Gígja myndi taka þetta.
Og HK var komið yfir núna 4 stig í röð á þeim. Þurfum við að ná að svara sem allra fyrst. Þessi bolti, hún er vandræði með þetta Valdís, en frábært þetta Pálun og það kom boltan yfir. Valdís setur hann beint á Helenu og svo kemur Jóna, setur hann upp, Valdís upp á Helenu, Helena Kristín, frábær hávörn og já, þetta er rétt, dæmt net á Helenu, hann náði ekki að bremsa sig af hérna og endaði netinu, þetta er bara hárrétt dómur, 5 stig í rauðu HK, 18-16 og því líka innkoma hjá Helenu Einarsdóttur í uppgjöfinni hérna hjá þeim, öryggi sínum aðgerðum. Pála upp á Jónu, Jóna upp á Helenu, Helena svolítið frá þessu, en kemur enga sem með flottan bolta. Kemur Michelle, reynir að lauma, Karvin er löngu mætt, Jóna upp á, og sjáu þið hávörðina, en Káliði nær að bjarga þessu frábærlega gert, Jóna setur hann svo bara að klára þetta, já, fagnar þessi gríðarlega, mikilvægt stig fyrir Káliði, komið sér aftur í gang, mingið í 1 stig og ná að stoppa HK-liðið. Þetta getur Jóna svo sannarlega líka, hún er ekki bara setja upp fyrir aðra, líka bara skora að vild. Næja, Helena Kristín, Lín er klár, kemur boltinn yfir á Michelle, Michelle með fasta bolta og skorar. Já, Michelle kom með 10 stig. Hún er búin að eiga virkilega góðan leik á kantinum. Það er bara flestir bollar hjá henni er búin að enda með stigi. Rosalega góð í þessu að vega og meta aðstæður. Hvenær hann á að smassa í hávörnina og hvenær hann á að smassa fram í og það er eftir göttunum. Æja, Rósa með hennar bolta. Valdís tekur vel á móti, kemur boltinn yfir á Pála á hávörninni og þannig að berga þessu, boltinn yfir á Michelle af hávörninni, Helena svo upp á Jónu, Jóna yfir á Pálu aftur, Pála, þannig að berga þessu, Michelle enn og aftur að skipta milliverðuna, Pála og Michelle, aftur kemur Pála og hvað endar þessi? Og já, Valdís er að fórta sig frábælega hérna og svo skorar Pála til Olmó. Beið aðeins með að slá á boltan, beið eftir að hávörnin var á leiðinu niður og rétt slefaði boltinn svo yfir hávörnina, frábærlega útfært hjá Pálu. Það skiptist þar á milli sín Pála og Michelle og Pála hafði vinninginn. Sigdís Lind mætir aftur á svæðið. Þá kemur Sóley Karlsdóttir í uppgjöfina á K-liðinu. Já, fyrst sem við sjáum Sóley í kvöld. Hún er þekkt fyrir mjög flottar og fastar uppgjafir. Kemur ekkert á þetta hún sem mætt. Núna þegar við þokkaðu tíðar koma inn á í uppgjafir. Það er allt undir í þriðju hreyfnistöðunni 1-1. En hún kemur flott á uppgjöf. Þægileg boltinn fór þarna af hávörninni á Jónu og Sigdís var búin að bakka aðeins lengra. HK 20-18 yfir. Laila svarar Laila gert hjá henni. Tveggja staða munur fyrir gestina. Pála vel gert í henni. Ó, hávörnin klár þarna. Þetta gerir Hjördís Eiríksdóttir vel. Var klár í hávörninni og ítt þessi bolta niður. Það var Jóna í erfiðri stöðu. Boltin fór full framalega þarna. Það er alveg í netinu. Hjördís komið 13 stig. Pála gerir betur núna, fær svo boltana í kjölfari sjálf og klárar þetta að sjálfsögðu. Af hverju er ég að bíða og sjá? Ná, Pála var alltaf að fara að skora úr þessari stöðu. Mikið var stig á K, 21-19 fyrir AK. K var ennþá inn í þessu. Kemur Jóna í uppgjöfina. Tölvur pressa Jónu. Og hún setur hana aðeins á langan.
3 stiga munur fyrir gestina. Nú þurfum við bara að gera það sama og Háka gerir í fyrstu hreinu. Snúa þessu okkur í vil. Sara, hennar bolta og já, Helena náði að íta hann upp hérna en nú lag fyrir gestina og kemur fýtt bolti hérna beint á Jónu. Valdís upp á Carmen. Carmen heldur sig gangandi, fær boltan svo aftur frá Sigdísi og setur hann út af háarninni. Káa ennþá inn í þessu. Carmen Munoz Morales sett hann í háarninu út. 2 stiga munur. Pála til Olmo í aukjununa. Nú þurfum við allavega 2 stig í röð. Þessi bolti eins og var þægilegur fyrir Hjördísi og hún tekur svo boltan sjálf en Pála gerir vel hérna. Carmen en nei, Rósa verður staðsett hérna. Svo kemur fýtt bolti hérna. Frábær hávörð. Ekki alveg viss hvort það hafi verið Sigdís eða Helena. Við bara segja þetta hafi verið Sigdís. Það gerir þetta saman, það er Sigdís og Helena. Þetta var mikilvægt og ásjá Pálu. Hún jafnaði 22-22. Þetta var Michelle aðeins og aftarlega og hún náði ekki að tega sér í boltan. Pála til Olmo, 18 stig. Takk fyrir 18 stig. Þau verða fleiri. Rætt uppspil hérna á hana Hönnu, gengur ekki, kemur svo frábær hávörð svo eins og var hjá henni Hjördísi. Frábær blokk hjá henni. Svo kemur inn á hérna hún Matthildur og Laufey. Matthildur fyrir uppgjöfina og Laufey mætt í framlínuna. Háká 1 stig yfir, vantar 2 viðbót til að klára þessa 3. hreinu. Matthildur boltan beint á Helenu, Jóna upp á Carmen. En Matthildur gerir þetta vel. Kemur Laufey. En Carmen gerir þetta ágætlega. Mikið miskilningur þarna. Þarna ákvað Pála að taka boltan. Og það verður eitthvað rekist í Jónu eða hvað það var. Því fór sem fór. 24-22. Þá tekur Matteo leiklið fyrir Káa. Háká 1 stig frá því að komast í 2-1. Gríðarlega jafn og spennandi leikur. Fyrsta hreina fór í upphækkun. Káa vann svo eftir að jafnt hefði verið á allavega ansi mörgum tölum í annar hreinu. Og þessi 3. hreina búin að vera stál í stál. En gestirnir eru núna í lykilstöðu og ég komast í 2-1. Og tryggja sér allavega stig úr þessu. Klukkan orðin rétt rúmlega 9:30. Það eru enga síður ennþá nokkur ungir stuðningsmenn á svæðinu. Það var sér skóla á morgun. Þetta er bara einfaldlega það mikil sýning. Það er erfitt að hætta að horfa. Jóna upp á Helenu. Helena fastur bolti, frábær hávörð og já, Valdís. Valdís að kasta sér undir þessa bolta. Jóna Sigdís upp á Carmen að hávörðinu og kláraði þetta. Þetta er Hjördís Eiríksdóttir sem klárar þetta. Kemur Háká í 2-1 með blokk og þetta er allar 3 hreinunar hafa klárast á blokkstígi. Já. Já, það er aldeilis. Gestirnir komnir í 2-1. Komna með 1 stig og vantar aðeins 1 hreinu upp til að klára þetta. Kíkjum á tölfræðina. Pála til Olmo stigast Káa með 18 stig. Carmen Munoz Morales með 8. Helena Kristín með 7. Hrafnhildur Ásta með 6. Gía Guðnadóttir og Jóna Margrét báðar með 4 stig. Og Sigdís Linder kom með 2 stig. Hjá gestunum þar er Hjördís Eiríksdóttir með 15 stig. Michelle kom með 10. Laufey og Sara Óskar með 7 stig. Matthildur og Hanna María og Rósa Dögg alltaf með 2 stig. Og svo er Laila með 1 stig. Kíkjum svo á tölfræðina úr þessari
þriðju hrinu. Hún kemur hér, 22-25 sigur HK, sem leiðir núna 2-1. 13 smasti og KA gegn 5, nei gegn 8 fyrirgeðu, 5 stæða munur, að ég að meina. 2 ástæðar KA gegn 1, engin að KA gegn 1, 1 blokkstíð á KA gegn 3 hjá HK, þar meðal stíði sem kláraði þriðju hreinuna. Allar hreinuna var klárast af blokkstíði. 6 mistök hjá HK sem gefur KA stig gegn 11. Hann var líka 11 stig hjá KA í síðustu hreinu. KA er farið að gera aðeins mikið mistökum. Núna kostaði það. KA mest 4 stigum yfir, HK mest 3. Það var akkurat munur á endanum og tímalengd hreinu 28 mínútur og 28,5 mínúta. Mjög svipuð lengd á öllum hreinunum. Kíkjum á leikinn í heild sinni. 25-27 sigur HK í fyrstu hreinu, 25-20 sigur KA í næstu og nú 22-25 sigur HK. 34 smasti hjá KA gegn 31. 9 ása gegn 6, 2 laumur KA gegn 4, 3 blokkir hjá KA gegn 4, 24 mistök hjá gestunum gegn 26 hjá KA, 12 missinnar uppgjafir hjá HK gegn 11. En jæja, við verðum svo klári í 4. hreinu eftir smástund. Baráttan heldur áfram í gáfinunu. Já, þá er alltaf að vera klárt fyrir 4. hreinu hér í KA-vinunu. Stórslagur hjá KA og HK, eins og svo oft áður. 2 frábær lið hérna í kvennaflakinu. Það var barast titlana undanfarin ár. Kæmir nú ekkert óvart að það er því aftur núna. Og endar er afturölding með geggja liði líka í vetur. Mjög spennandi vetur framundan. En við skulum ætla að byrja á að klára hennar leik. Jóna Margrét með uppgjöfina, Hjördís tekur við, fær på boltann í kjölfarið og sneiðar fram í hárunni og settur svo beint á milli Helenu og Valdísar í afturlínunni. Og fyrsta stigið er gestanna, 1-0 fyrir HK. Skulum ekki gleyma að það vinna þessa hreinu, þá var þetta búið. Það vinnaði 3-1 og fá all 3 stigin. Þannig að KA er núna með bakið við vegg. Verður að vinna þessa hreinu. Þessi langur, þessi allt og langur. Valdís gefur með skítaglott til Pálu. En það er svo sem allt í lagi. Gott stig hérna fyrir KA-liðið 1-1. Hjördís með fína móttöku, Matthildur yfir á Hjördísi tilbaka og hún sneiðir hennan virkilega vel til hliðar og kemur með svo þetta magnaða fakt sitt. 2-1. 17 stig hjá Hjördísi Eiríksdóttur. Það minnar heldur betur það. Matthildur Einarsdóttir svo í uppgjöfinni. Hvað gerir Matthildur? Þessi bolti beint á Valdísi. Og svona við eigum eitthvað að taka hann ekki. Helena kemur með áhugavert touch þarna. Svo kemur boltinn yfir á Hjördísi en Jóna á... Þetta vantaði talanda. En að sleppa með þetta og svo kemur klúður touch hjá Matthildi og KA fær stigið. Já, það voru einhver klöfumistök hjá Matthildi. Ekki oft sem maður sér hann að gera svona. 2-2 og Gíja mætt núna í slaginn. Hrafnhildur í uppgjöfinni. Þetta er fýtt bolti, Michelle tekur við og Laufey
gerir ágætlega úr erfiðri stöðu, kemur Carmen, setur hann út, þessi var út, ekki nokkuð spurning. HK leiðir áfram, 3-2 núna. Já, upp á Helenu sem tók á móti en frábærlega gert af Hjördísi. Svo kemur boltinn yfir og endur tekið, vittu nú við. Nú var ég farin að líta annað. Helena fyrst að hafa lent illa. Þannig leit ég strax yfir á móttökurinn en ég misti alveg að hvað gerist þarna. Vonum þetta sé ekki alveg þá það lítur nú alls ekki vel út en Matteo Castrillo, þjálfari Káa, er sjúkraþjálfari og það er svo sem fínt að hafa hann á svæðinu. Mér finnst það ekki. Jæja, það er klappað fyrir Helenu, hún er borin af velli. Þetta er ekki líst ekki nægilega vel á þetta, heldur sýndist að vera hnéð. En jæja. Já. Þetta lítur ekki vel út með hana Helenu Kristínu Guðjónsdóttur. Algjörlega frábær blakari. Blakona ársins einmitt og vonum að þetta sé ekki alvarlegt og hún ná að hrista þetta af sig sem allra fyrst og ég reikna nú ekki með að sjá hana meira fyrir kvöld, hið minnsta því miður. Já, þá er Sóley Karlsdóttir sem að kemur inn í stað Helenu. Eins og þetta var endurtekið, þannig að hvort liðið fékk stig. HK áfram með uppgjöfina. Mér sýndist að vera hnéð sem var að hrjá Helenu en það leit ekki vel út. Helena mjög hörð af sér. Það þarf nú ansi mikið til þess að láta hana kvarta. Jæja, leikurinn heldur áfram. Og þessi bolti af netinu út og Káa jafnar í 3-3. Svekkjandi fyrir Hjördísi, þetta var ágætis bolti en hann snýrist eða skoppaði furðulega af netinu og endaði út af. Gía lét hann fara. Carmen fyrir það uppgjörna fyrir Káa-liði og Hjördís tekur hann Matthildur upp og Laufey með fasta bolta og skrúast upp í netið upp í lofti. Þessi bolti bara fastur þar. Þess vegna sáðu hann aldrei lenda. Og HK áfram yfir 4-3. Já, mér sýnist vera undirbúið að sjúkrabill komi og sæki Helenu. En jæja, klárum við að leik hérna. Ég er með fína bolta en frábær móttaka. Svo kemur Pála, skuldir svo hana bolta og svo kemur Sóley með þægilega bolta yfir. Matthildur hraðan bolta en frábær móttaka Pálu. Jóna upp á Sóley, Sóley fasti bolti og hún er blokkuð. Sara fagnar gríðarlega, flott blokk hjá henni. Fór með 8 stig. 5. blokkstig gestanna
Staðan er 3-5 í blokkstigum. Sama skor og er í þessari fjórðu hreinu fyrirgefi. Pála, fín móttaka, kemur Gíja og nú er það Michelle sem blokkar. Hávörnin standa heldur betur fyrir sínu fyrir HK núna. Hanna María í aukinu 3 stig röð fyrir gestina. Flottu bolti, þeir ná að verðast þessu. Nú kemur boltinn á Pálu. Pála var ekki alveg klár þarna. Svo kemur Pála með frábæra móttöku og endar stig fyrir gestina. Náðum ekki að verðast þessu endanum. Þá kemur skipting í uppspyrnarstöðunni á okkur. Amelía Ýr Sigurðardóttir mætt í stað Jónu. 7-3 fyrir HK. Og ás frá Hönnu. Hanna María 5 stig í röð frá HK. Það var jafnt 3-3 rétt áðan. Nú leiðir HK 8-3. Og leikhlé hjá KA. Síðan stelpurnar að vera bara smá skelkaðar eftir meiðslinn hjá Helenu. Nú vorum þetta leiklíðin á við að hrista stelpurnar saman. Sjáum hérna Gíja fyrirlið, ræðir hérna við hana Amelíu sem er komin í uppspyrjarann. Mikil ábyrgð á uppspyrjaranum. Og vonum að Amelía komi vel inn í þetta. Valdís upp á Amelíu, Amelía og Sóley er svolítið frá þessu og hittir boltan illa. 9-3 fyrir HK. 6 stig í röð. HK var aldrei skorað svo mörg stig í röð í þessum leik. Fyrir nú, þar að segja. Það kemur skipting hjá gestunum, Michelle út og inn kemur Heba Sól Stefánsdóttir. Hanna María Friðriksdóttir. Það er með frábærar uppgjafir og dæmt mók hérna á Amelíu. Þetta var á gráu svæði. En já, við erum bara búið með boltan okkar hérna. Nú er bara bolti og staðan 7 stig í röð hjá HK. Hanna María fara illa með okkur hérna. En Carmen gerir þetta vel. Amelía upp á Sóley. Sóley fæla bolta yfir. Matthildur boltan tilbaka hérna Söru. Amelía upp á Sóley. Sóley og fít bolti á henni en það ná að vera þessu. Nú skurða frábærlega þegar Valdísi og búin að eiga þó nokkra svona bolta í kvöld. Matthildur upp á Laufey. Vel gert hjá Carmen. Amelía á Sóley. Sóley. Hvar endar þetta? Endar í stíi hérna hjá Hebu Sól. HK-liðið er að ganga frá þessu 8 stig í röð. Það var jafnt í 3-3. Og þá kemur skipting Amelía út fyrir Jónu. Amelía fekk þetta smá. Já, Matteo ræðir þarna aðeins við Amelíu. Hún er alltaf ennþá aðeins 16 ára gömul. Hún á margt eftir ólært. Fínt að hafa þá góðan þjálfara.
eins og Matteo, en þarna hávögnin hjá Söru Ósk Stefánsdóttur þannig fyrir sínu 9 stiga munur, 9 stig í röð. Já. Ég veit ekki hvort maður að skella þessu nær alfarið á það að KA-liðin sé bara brugðið við þessi meiðsli á helinu, en HK-liðið má líka eiga það bara þær að keyra á okkur núna og Hanna María með geggjaðar uppgjafir. Það er meira en að segja að náðu þess að mörgum í röð góðum. Já, þá kom að því leiða hjá Rósaðinni fyrir að ná svona mörgum góðum uppgjum í röð. Kom að þessu, já það var löng, var Rósinni. 8 stiga munur, 4-12 og þá hún mætt Lovísa í uppgjörinu fyrir KA-liðið. Þessu ekki búin að koma við sögu leiknum og röng uppstilling hjá KA-liðinu. Þetta er dýrt. Eða hvað, mér sýnist. Það er ennþá að fara yfir þetta. Það virðist ennþá eftir að taka endalega ákvörðu með þetta. Nei, þarna datt stíðinn. Röng uppstilling hjá KA-liðinu og HK fekk stíðið 13-4. Þetta er dýrt. Hún kemur skipting á gestunum, Laufey út og hennar stað kemur hún Rósa Dögg. Og Rósa fer beint í uppgjöfina. Já, maður finnur það bara á KA-liðinu, það eru ekki í takti og HK-liðið búið að ganga á lagið. Þurfum við að svara strax í að við erum 2-1 undir í hrinum, 13-4 undir núna. Rósa með boltan hérna á Carmen og boltin svo á Pálu. Pála, fýtt bolti en vel gett hjá Líney og þessi bolti svo yfir. Nú verðum við að gera vel úr þessu. Boltin yfir á Pálu, aftur Pála bombar þessu en þar er að verja þessu frábærlega vel gett hjá Líney og þessi er svo of langur frá henni Hebu Sól og 8 stiga munur aftur. Hrafnhildur kemur inn fyrir Valdísi. Já, Lovísa. Já, fínasti bolti. Svo kemur hörkubolti hérna. Carmen reynda að stoppa þetta, gekk ekki. Já, 9 stiga munur, HK vantar 11 upp til að klára leikinn og núna sýnist mér sjúkrabíllinn vera mættur. Og það var ekki nægilega gott á Carmen. 10 stiga munur. Þá tekur KA leikhlé. Já, þetta sé nokkuð ljóst að HK er að fara að klára þessa hrinu og fyrir þá með öll 3 stigin út úr þessum leik. En sjúkrabíllinn mættur að sækja Helenu Kristínu Gunnarsdóttur. Já, þetta gríðarlega svekkjandi. Þetta virðist einfaldlega að hafa slegið okkur gjörsann út af laginu. Hér er Helena sótt. Það er sem við fyrst aðeins huga að henni. Þetta náttúrulega breytir líka aðeins loftflæðinu í kamerunni, það er galopið út. Þannig að spurningar hvort það hafi einhver áhrif á
flæði boltans. Það þarf nú oft ekki mikið til í blækinu að breyta algjörlega hvernig bolti flýtur. Og þá heimitt fer þessi bolti út. KA-liðið fær stigið. Þarna virkaði ég mjög gáfaður. Það ekki oft sem svo í blækinu. 9 stig. KA svo sem ennþá alveg í séns, en þá þarf að koma áhlaup strax. Jóna. Fastu bolti og ásjá Jónu að sjálfsögðu. Vel gert Jóna Margrét. 5 stig komin hjá henni. Þessi ekki 3 ásar bara hjá henni. Hún heldur áfram að taka sinn venjulega lapp fyrir uppgjöfuna. Og hvar endar þessi bolti? Pála, ekki þetta net. Það var einhverja bolti sem fór í netið. Carmen ætlaði að sneiða hann, gekk ekki. 16-7 fyrir gestina. Þær eru komnar í ansi góða stöðu. Svo kemur skipting strax hérna. Hanna María út. Í hennar stað kemur Arna Sólrún Heimisdóttir. Fiskið sem hún kemur inn á í þessum leik. Valdís litur hann að fara. Þessi var allan daginn inni. Skipting Hjördís út fyrir Helenu Einarsdóttur. 17-7 fyrir HK í þessari fjórðu hreinu. Þær virðast ætla að klára þetta. Það er bara þannig. Pála upp og Carmen með ágætis bolta og miskilningur hjá gestunum. Ok, fengur stigið þarna. Pála del Olmo. Þar KA-liðið að fara að ná að tengja saman nokkuð stig. Fín móttaka og svo kemur bolti frá Helenu og hún skorar. Sem var svona á jaðrinu við að vera að fara leiðinu út. Ég er ekki alveg viss. Pála ákvaða síðust stundu að taka hann. Og þá er erfitt að stýra honum. 18-8. Pála tekur hann Jóna upp á Carmen. Carmen frábær ávörð hjá Örnu Sólrúnu. Arna Sólrún Heimisdóttir komin með sitt fyrsta steg. Það er blokk. Komin 8 blokkstig á gestunum gegn 3. Já, 6 stig sem að gestina vantar til þess að klára fjórðu hreinu og fara með leikinn. Það sem eins og var út. Já, Laila setur hann út og 10 stegum undan hann í. Lovísa hinn hjá KA-liðinu. Þá er hún mætt hún Ásta. Ásta Lilja fyrir KA-liðið. Fínn bolti, en góð móttaka á Líney og svo kemur fastu bolti þetta frá Söru. Fagnar þessu vel, þær vita það að þær eru að klára þetta. Já, KA-liðið svo sem er mjög erfitt prógram í þessu fyrstu 2 leikjum á þessu tímabili. HK og Afturelding stefnir í að vera með 1 stig eftir þessu fyrstu 2 leiki. Og þetta var svo vel gert, hraði bolti á Lovísu og Lovísa las hárrétt í völlin hérna og
Hún að gera sitt fyrsta stig í leiknum. Það var vel gert. Að sjálfsögðu halda áfram. Black svo sem aldrei búið fyrir hann hitliði komið 25 stig. Sér úti, já. Það var ekkert langt út en úti var hann. Káa búið að tengja 2 stig. Það er bara að halda áfram, vera jákvæðar og reyna. Það var engu að tapa. Carmen, já. Fýtt bolti, svo kemur boltinn hérna yfir og þælur hérna Jóna upp á Pálu en Pála setur henni í netið. 21-11. Þetta er að haldast í svona 9 til 10 stigum. HK 4 stigum frá því að klára þetta. Þessi uppgjöf, Heiðbrá nær ekki að stýra þessu. Ás hérna hjá henni Örnu. Arna Solrún kom með 3 stig. Kom bara nýlega inn á og heldur við að koma sterk inn 3 stig strax. Og negli svo í hausinn á Söru. Sara ekki ánað. Það hafa mikið fyrir greiðslunni. Það þarf að laga hana undir eins. Það þurfum nú að lúkka í sjónvarpinu. Já, þetta er allt annað. Sara búin að laga taglið. Sóley, fýtt bolti. En það ná að berga þessu. Koma þetta boltanum alltaf þægilega yfir. Þurfum við að sækja vel. Jóna hraðan bolta á Lovísu og Lovísa gefur nákvæmlega saman langir áðan. Þetta ekki vel gert hjá Jónu og Lovísu. Lovísa Rut kom með 2 stig. Við erum bara nákvæmlega sama stig. Þetta var ekki endursinning. 22-13. Sóley með langa bolta og þetta er Ása Sóley. Þannig var Helena Einarsdóttir í smá vandræði með boltan og endaðum að missa boltan bara í gegnum puttana. Sóley er með rosalega fastar og flottar uppgjafir og þetta er Ás hjá henni, kom 1 stig á henni. 3 stig í Káa. Sóley aftur, fastu bolti, hans er út hins vegar. Já, gestinni 2 stigum frá því að klára þetta og stefnir nú allt í að þær klára þetta. Það var bara spurning hversu stór munur verður. Rósa Dögg Ægisdóttir. Þessi bolti átt. Svo út hjá henni. Káa er ennþá á lífi en það þarf kraftaverk til að snúa þessu. Algjört kraftaverk. Besta væri að skora bara 10 stig í röð núna. Og þarf Lovísa að standa fyrir sínu uppgjöfunum. Já, þá stoppum við leikina meðan við tökum Helenu út. Það er klappa fyrir henni að sjálfsögðu. Sko henni skjót spata. Frábær blakkona. Það er vonandi fljóta að hrista þetta á sér. Jæja, klárum hennar leik. Það er lítið eftir þessu væntanlega og það koma þessi mistök hérna. Rósa náði ekki að spila upp hérna. Káa minnkar í 7 stig. Lovísa með hennar boltan er inni, hann var inni, þetta beint á línuna. Beint á línuna. Ás hjá Lovísu, 3 stig, 6 stiga munur. Þetta er ekki alveg búið. Þá tekur Emil Gunnarsson leikli fyrir gestina. Það er hann að slökkva strax í þessum vonum sem eru kviknaðir hjá Káa-liðinu.
Þetta verður glæstar vonir hjá okkur. Það var allavega ótrúlegt ef að KR myndi ná að snúa þessu. Stelpurnar að reyna að kveikja í þessu. Gefast aldrei upp. Að sjálfsögðu. Það á aldrei að gefast upp sama hvað það er. Lovísa í uppgjöfinni. Bolti sem Sara tekur við, Sara tekur svo aftur og Sóley upp á Carmen og tugan þægilega yfir. Þú þurfum að verjast vel. Kemur fastu bolti hérna og þetta er hún Heba Sól eða ekki? Jú, Heba Sól skora 24 stigið. Það eru einu stig frá því að klára þetta. Heba komið 3 stig. Þessi bolti Pála nær ekki stýra þessu og þetta er búið. Ás frá Hebu klárar þetta 25-17 sigur HK í þessari 4. hrinu. Þær vinna leikinn 3-1. Já, óskum gestur maður til hamingju með þetta. Það var alveg klárt mál að þetta hafði töluverð áhrif á KR að Helena Kristín Gunnarsdóttir skildi meiðast og það því miður lítið út að vera alvarlegt. Og í kjölfarið skoruðu gestirnir einhver 9 stig og það bara einfaldlega kláraði þessa 4. hrinu. En neða, sem kíkja á tölfræðina árum sem að setja gott. Pála til Olmó stigast hjá KR með 18 stig, Carmen með 8, Helena með 7, Hrafnhildur með 6, Jóna 5, Gía 4, Lovísa 3, Sigdís 2 og Sóley er með 1 stig. Hjá gestunum var Hjördís Eiríksdóttir með 17 stig, Michelle 12, Sara Óskar með 11, Laufey Björk með 7, Heba Sól með 4, Hanna María 3 ásamt Örnu Sólrúnu. Svo var Matthildur og Rósa Döggbá með 2 stig og Helena og Laila Sara með 1 stig hvor. Kíkjum svo endanum á tölfræðina í þessari 4. hrinu. Hún kemur hér. 17-25 sigur HK. 1 smarstig og KR gett 8. Sjáum það að sóknin að KR var heldur bitlaus eftir að Helena meiddist því miður. Og 3 ásir að KR gett 5. 1 lauma hjá KR gett yngri. Ekkert blokkstig á KR gett 4 með HK. Og því fór sem fór KR vissi náða að fækka aðeins mistökum sínum en sóknin hjá gestunum öflug. Og gestunir leiddu mest með 11 stigum, KR aldrei yfir þessari 4. hrinu. Sjáum við rétt í restina leikinn í heild sinni. Hann er svona 25-27 sigur HK í 1. hrinu, KR svaraði með 25-20 sigur í næstu. En síðan vann HK 22-25 og síðan 17-25 sigur í þessari 4. hrinu. Og því fór sem fór. En eins og segja við óskum HK til hamingju með sigurinn. Þær gera þetta vel og fara með 3 stig hérna úr KR-milunum. KR með 1 stig eftir fyrstu 2 leikina en þessum 2 afar erfiði leiki sem eru búinir hjá liðinu og þær eru eftir að svara fyrir sig. En já, held að við förum að setja gott hér í KR-TV. Takk fyrir okkur og sjáumst fersk. Bless, bless.